Við höldum áfram í föstudagsþættinum og núna ætlum við að tala mikilvægi samskipta sem að margir vilja nú meina að sé orðið eitt að lykilatriðunum, hvort heldur sem í einkalífi eða á atvinnumarkaði. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir það. Ég aðeins samt smá forvitna því þú ert nú frá Dale Carnegie og hvað Dale Carnegie? Það allir sem að sko þekkja til og vita að þetta eru svona sjálfstyrkingaræðu, námskeiðahald, en hvaðan kemur bara Dale Carnegie? Já, það eðlilegt að spyrja vegna þess að margir sjá okkur sem svona ræðunámskeið og það sannarlega eitt af því sem við vinnum með fólki sem kemur á námskeið okkar. En þetta í raun og veru svolítið svona mikið meira og stærra. Við eins og sagði vinnum bæði með einstaklingum og fyrirtækjum í raun og veru bara að efla hæfni fólks til þess að gera það sem það vill gera. Hvort sem það eru þeirra eigin markmið eða hvort það eru markmið sem fyrirtækin hafa sett þeim. Og Dale Carnegie, var það eitthvað gaur? Já, það var gaur. Það ekki Dale Carnegie. Já, nei. Já, hann var gaur sem sagt og það nú svolítið sagt að hann hafi jafnvel verið sá sem hélt bara fyrsta svona námskeiði, fyrirtækja námskeið bara svona til þess að hjálpa fólki á árangri í starfi. En hann byrjaði sem sagt með sín námskeiði í New York árið 1912, þannig að það nú komin þokkaleg reynsla á þetta. Það verið samt mikill frumkvöðl, að hugsa. Algjörlega, hann var það og í raun og veru alveg ótrúlegt núna í þegar allar þessar eins og núvitundabækur og þau fræði að koma. Við getum tengt þetta allt saman í eins og bókina Hans lífsgleði njóttu, þar sem að einn fyrsta svona reglan bara lifðu í dagþéttri veröld sem bara, lifðu í núinu. Nákvæmlega. En það kannski ekki aðalatriðið að það sé nýr sannleikur, vegna þess að hann á svo mörgum stöðum þegar maður les það alltaf svolítið sami tónninn og kannski ekki töfralausnir, en svona að koma því í praxís síðan annar mál. Já, halda fólki svolítið við efni, sko. Já, enda líka, sko, þannig að hann byrjar í raun og veru bara á því að selja inn á svona public speaking seminara sem hann heldur í New York. Og það var í raun og veru þannig, sko, að það kom til hans viðskiptafólk sem var að æfa sig vegna þess að það að tala fyrir framan aðra, til dæmis, það það sem að fólk hræðist mest af öllu. Meira heldur en dauðan sjálfan. Já. Það sem sagt það að standa upp og tala fyrir framan aðra í fyrsta sæti, númer 2 dauðin og númer 3 kóngulær. Já, þannig að það mjög rökrétt. Já, Brenna lifandi ekki einu sinni þetta á topp 3, sko. Nei, þannig að hann sem sagt að hjálpa fólki með þetta og til hans koma þarna viðskipta, fólk úr aðalega menn þarna á þessum tíma, við höfum gamla myndir og þetta eiginlega bara menn, sko, sem að koma og eru að æfa sig í að tala fyrir framan aðra og umræðu efnið oftast hvernig ná árangri í samskiptum. En talandi aðeins að því þetta fjallar svo mikið einmitt að ná árangri í samskiptum og það hefur breyst svo opaslega mikið. Ég að verða fertug þegar ég í grunnskóla þá svo mikil áhersla lögð á í rauninni bókvitið og á minnið, það að muna og hafa mikið af upplýsingum og geta sem bara þekking í raun og veru, og í dag svo mikið breytt, þú aðgang næstu því að öllum heimsins upplýsingum í gegnum netið, bæði góðum og slæmum upplýsingum en rosalega mikið magn upplýsinga, þannig að það einhvern veginn ekki orðið alveg jafn mikið verðmætt að hafa upplýsingarnar heldur orðið miklu meira, skiptir miklu meira máli hvað þú gerir við þær og til þess að þú gerir það þá ertu yfirleitt ekki að gera það einn því þú ert ekki eyland og þá koma samskiptin sem orðin allt í einu ef maður ætti að velja fyrir börnin sín eitt af því sem væri það sem maður myndi óska að það væri sterkust í, þá væri það samskipti og í atvinnulífinu, að þú ert að ráða fólk eða annan. Af því þú getur verið með 2 viðskiptafræðinga með nákvæmlega sömu reynslu, með nákvæmlega sömu menntun en annar fær í mannlegu samskiptum, það hæfur, þetta hæfni í mannlegu samskiptum sem við erum að þjálfa fólk í. Hinn það ekki, það rekst illa í hópi, gagnrýnin og neikvæðan hátt, sama aðra, bara setjum svolítið í spor annar svoleiðis. Það þarf ekki að ræða þetta lengi til að átta sig á hvor nær betri árangri. Þessi sem góður í þessu eða þessi sem ekki svo góður í þessu. Eigum að nefna einhver dæmi eða viltu segja okkur aðeins frá hvað myndirðu segja væri lykilatriði? Ég veit að við klárum kannski ekki að heiminn á því hvað mikilvægt í samskiptum, en hver eru svona lykilatriði? Sko, í þessari bókina sem ég kom nú með mér sem heitir Vinsældir og áhrif, sem að Dale Carnegie sem sagt svona þetta eru samanteknar ráðleggingar út frá námskeiðunum sem hann hélt á sínum tíma. Og hann skrifar hana 1936, þannig að þetta nú ekki nýjasta bókin á markaðinum, en samt sem áður var hún kosin sko bók aldarinnar í flokki viðskiptabóka á síðustu öld.
og hún inniheldur 30 reglur í mannlegum samskiptum. Eða svona, já, við kallum þetta bara reglur, þetta eru svona principles. Og fyrsta reglan til dæmi segir að við eigum ekki að gagnrýna, fordæma eða kvarta. Já. Og þá eru margir sem segja, býtu, má ekki gagnrýna. Hvernig á ég þá að leiðbeina? Er þetta ekki bara rýna til gagns? En auðvitað er hugmyndin svo að við gagnrýnum ekki þannig að fólk svona efist sig eftir á. Og að þetta sé niðurbrjótandi og neikvæð gagnrýni. Og ef að við bara til dæmis myndum svona setja okkur það markmið í eina viku, prófa að gagnrýna ekki, heldur stoppa okkur af og bara, ok, ég ætla aðeins að kyngja þessu bara, án þess að segja þetta, allavega að hugsa hvernig ég ætla að setja þetta fram, hvað ætli myndi breytast í umhverfinu? Hvernig ætli andrúmsloftin á heimilinu til dæmis myndi breytast? Ef við myndum bara stoppa aðeins gagnrýnina. Og einbeita okkur frekar að þessu jákvæða, sem með regla nr. 2 í þessari bók sem segir okkur að við erum duglega að hrósa. Og ef við myndum bara til dæmis gera þetta tvennt, gagnrýna ekki á neikvæða niðurbrjótandi hátt, heldur koma auga á því jákvæða og hrósa. Það er svolítið gaman að sjá hvað gerist í umhverfinu. Hugsaðu hvað myndi gerast í íslensku samfélagi? Já, algjörlega. Í alvörunni, af því að ég meina við finnum alveg fyrir því bara andan í samfélaginu, í kommentakerfum og umræðu í netheimum sem er orðin svona okkar sameiginlega upplifun, ólíkt því kannski þegar fjölmiðlar eða sjónvarpsstöð, eins og RÚV í gamla daga, þetta var kannski eina sameiginlega upplifunin, að ef að við værum að fá, ef við værum að fókusa á hrósin og jákvæðnina, þetta myndi breyta andanum og hlýtur að vera miklu afkastameiri mannvera þegar að þér líður líka bara örugt að þú verðir ekki svona, það sé ekki svona skotið á þig. Já, og þetta líka bara segir svo mikið fólk og hérna þó að ég siti hérna og sé að tala hvað hérna ég gera til þess að vera flinkur í mannlegum samskiptum og þýðir að alls ekki það að ég sé einhver sérfræðingur í þessu. En það sem ég veit þó er að þetta er hlutur sem við getum tekið ábyrgð á, hvert og eitt okkar. Ég get ekki ráðið í hvernig þú ert í samskiptum, en ég get ráðið í hvernig samskipti ég á við þig. Ég get reynd að tala þetta að því ég trúi því bara að bætt samskipti gæti bara, Gullnu reglubókina, hún inniheldur allar þessar reglur hérna. Ég bara tek hana algjörlega til mín vegna þess að ég held í alvöruna að það væri hægt að breyta heiminum með bættum samskiptum. Prófum í dag að gagnrýna ekki, til dæmis, hrósum í staðinn, sjáum hvað gerist. Að lokum, ég er að nefna að þú ert að koma norður með þér. Það eru hérna, það eru 2 ókeypis vinnustofur sem við erum að halda og bjóða hérna stjórnendum upp á, annars vegar tengt sölumálum og hins vegar svona hvernig mismunandi leiðtogastýl og svo erum við að koma með bæði stjórnendaþjálfun, söluþjálfun og svo almenna deilkarninginámskeið, núna í stjórnendaþjálfun og söluþjálfunna núna bara í apríl og deilkarninginámskeið í haust. Yndislegt. Takk fyrir að koma. Gaman að tala við. Takk fyrir mig. Og við höldum áfram, tókuð eftir því hvernig ég náði samt að hrósa. Þetta gerðist. Höldum áfram eftir augnablik.